Hérna ég, Birgir Liljar Önnursson og með mér eru Já, heyrðu Við ekki bara að byrja þetta á byrjunarliðinu bara Jú, gerum það Ertu með þetta í símanum? Ok Já, afsakið Austmann, ameríska góðsögnin sem var að vinna titil í sinni deild og komin heim og hann mætti nálega fara að setja Park. Hann á það til að gera þau stórt glæsileg. Og svo náttúrulega eftir uppi besti maður fyrsta þriðjungs Íslandsmótsins, Sævar Atli Magnússon, El Sherifo, númer 10. Óstöðvandi gegn Keflavík, spilaði sinn fyrsta leik ever í bestu deild fyrir 6 árum þegar hann var 15 ára. Og það var móti Keflavík, 3 mínútur. Fór ekki vel þá, en síðan þá hefur hann bara raðið minna móti ykkur og þú hjálp ykkur. Erum við tilbúin með ykkar byrjunarlið? Já. Og við farið við bekkinn okkar? Já, nú þarf ég það. Nei, ég veit ekki, ég man ekki hver var bekkur. Birgir Baldvins frá Káa, geggjaður. Já. Og það eru góðir menn. Þið klárir? Við erum klárir. Gjörðu svo vel. Það er númer 1 hjá okkur Sindri Kristinn Ólafsson. Hann á eftir að reynast okkur vel inn í kvöld. Svo erum við Nacho Hera sem yfirgaf leikni fyrir Keflavík. Ég myndi líka að gera það. Maggi Þór, fyrirliðinn okkar. Svo erum við Davíð Snæ, Kían Williams, Dag Inga Valsson, Sindra Þór Guðmundsson, Ásbjörn Þórðarsson, Joey Gibbs, Frans Elvas og Ingimund Aron. Þetta eru byrjunarliðið okkar og tja, þessi lið þekkja hvort annað nokkuð vel og hafa leiknismenn haft eitthvað taka á okkar mönnum síðustu ár. Sem já, frekar skrítið, af því að það er frekar leiðilegt að þurfa alltaf að tapa fyrir sama liðinu. Við rúlluðu okkur upp bara síðan með 5-1. 5-1 bara, það var ógeðslegt. Það var algjört, það var viðbjóður. En ég meina við unnum deildina, ekki þér, það er eins og skiptir máli. En ég meina skiptir það eitthvað máli, þetta er fyrsta deildin. En leiknismenn hafa byrjað vel og hafa verið að spila virkilega vel. Já, byrjaði gríðarlega vel. Og unnu F á daginn, 2-1, það ekki? Já, það var bara helviti gott. Já. Öglið. Já, strákar. Hvernig finnst þér hafa gengið hingað til á tímabilinu? Byrjunin var góð hjá okkur og svona kannski fram úr einhverjum vonum, en allavega það voru erfið lið í þessu hraðamóti fyrstu 7 leikina. Fengum 8 stig út í því, en nú erum við búin að tapa 2 í röð og skjótt skipast veður á lofti í þessum bolta, þannig að við erum að tapa móti Keflavík sem við þurfum í raun og veru nauðsynlega að negla niður í fall til þess að halda okkur uppi. Þá erum við komin með 3 töp og þá fara menn að tala í stórum yfirlýsingum og svona, þannig að við þurfum að vinna í dag. Það er ákveðin pressa á því og höfum, eins og þið segið, haft tök á Keflavík síðustu 2 ár síðan að Siggi Höskulds kom hérna og sigraði sínu fyrsta leik sem aðalþjálfari. Og við höfum trú á því að það gerast aftur. Það er ekkert hingað til sem hefur bendið þess að við séum að fara að tala fyrir Keflavík, en ef að Siggi Raggi og Eysteinn eru komin með eitthvað annað plan, einhver aðra nálgun heldur en í fyrra, þá verður áhugavert að sjá það, en ef það var saman planið, þá erum við að fara að salta ykkur 3-1. Já. En við skulum hafa það alveg á hreinu að
þetta var í fyrstdeildinni sem þið höfum takið á okkur. Við höfum hingað til ekki tapað fyrir ykkur í úrvalsdeild, þannig að Svo erum bara reynist það í kvöld. Svo erum bara að tala Keflavík eins og sé eitthvað lélegasta lið bara á Íslandi, sko. HK-ingarna það við mættum hérna í síðastu og ég sagði fyrir að valsleikin að það er important að vinna HK, IA og Leikni og Stjörnuna, að mínu mati. Og Stjörnumatana á mínu mati, en þeir eru samt dottnir í einhvern gís sem maður nennir ekki að hafa það í, en Já, en maður veit mín eftir öðrum. En við unnum HK og vonandi að við fylgjum við eftir með sigri hérna í dag. Nei, ef að hendi ykkur að spá eða? Ég ætla bara að henda í grjóthart, bara Það eru 7 marka leikur, 4-3 Keflavík. Það eru 7 marka leikur, 4-3 Keflavík. 2-0 hérna megin, Gibbs hendir í bæði mörkin og Kían með stóðsendinguna og Ásbjörn hinnan. Hvað segir þú? Sagðirðu 2-0? Já. Sett 2-0. Þau voru að missa einhvern svakalega undir 21 árs miðvörð og ætti núna að fara að loka markið. En það er reyndar rétt, ef Nacho fær nú að spila miðvörðinn þá er líklega að þið hætti að leika mörkum. En ég segi að þá 3-1, ég fái eitt sárabóta mark og haldi áfram að halda Joey Gibbs eða úrvalsdeildar sóknarmaður. Við erum búin að loka þessu 2-0 í hálfleik. Sævar alltaf með 2 ef ekki 3, en ég vil fara að sjá fleiri menn hjá Leikni skora heldur en Sævar. Þannig að ég ætla að hendi að Emil Berger setji eitt af aukaspyrnu svona með hægra fætinum. Annars væri mjög gott ef að Danni Finns myndi líka að fara að setja eitt úr aukaspyrnu með vinstri fætinum. Það var ekkert að skora sko, hann skoraði hann í fyrra og kramdi hjartað mitt. Já, það er ég sá ekkert, ég horfði á HK leikinn í morgun og þó að ég hafi unnið þann leik og séu mögulega konum með smá blóð á tennunar þá var þetta nú bara aukaspyrna sem fór á varnarmanni og ég sá ekkert rosalega margt sem að benda til þess að Keflavík sé komið með eitthvað skrið en þeir getið tróðið sokkið mig eftir þennan leik ef við náðum að klára þetta í dag. Þú fæði aldrei blautan sokk upp í, ég er að segja að Keflavík er að fara að vinna þetta 4-3. Já, ég held líka bara það að við þurfum að stoppa Sævar alltaf og dálítið mikið af því sem hann gerir í þessum leik ef við ætlum að vinna og þeir þurfum að pottet að stoppa Gibbs ef þeir ætla að stoppa eitthvað í okkur en við vonum það að Keflavík vinni þennan leik, bara svona sálfræðilegt. Núna eru Leiknir búin að tapa síðustu 2 leikinum, 2-1 á móti HK og 2-0 á móti KR. Keflavík unnu síðasta leik. Móti HK. Móti HK. En ég sá klippur úr HK-leiknum hjá Leikni sem Leiknismenn voru bara hættulegri aðilinn í þeim leik. En ég meina, sko, ég held að leik sem að koma aldrei, ég held að komi reiðir í eina leik bara. Þeir koma brjálaðir í þetta leik. Koma brjálaðir í eina leik og þetta er 6. leikur. Já, ég held til dæmis að þeir fara 2-0 yfir. Ég held að þeir verði 2-0 yfir í hálfleik. Já. Og þessi leikur enda 4-3. Við megum bara ekki lenda undir á móti í þessum leikum því að þá geta þeir alveg fengið smá blóð á tennurnar og við dottið í eitthvað. Já, það er enda rétt hjá þeir. Snýst allt það að komast yfir í þessum leik. Já, en ég er samt smá ósammálaður. Ég held að þeir komist 2-0 yfir, einhvern veginn alltof glaðir bara eins og séu búnir að vinna þennan leik. Já. Og við tökum leikinn seinna leik, klárum það. En já, þetta verður... Ég hef fast að það sé sáttur. Heyrirðu í mér? Já, heyri ég? Hérna, svona. Þá þurfum við ekki að skipta þessum mikrofónum. Nei, ég heyri ekki þér. Nei, ég prófa aftur. Heyrirðu í mér? Nei. En svona? Já, ég heyri í honum. Þú voru að nota þennan mikrofón. En já, þetta verður geggjaður leikur í dag, 100%. Þetta verður aldeilis sjón. Ég lofa okkur því. Þetta verður markaleikur. Já, Er ekki allir sammála því? Mörk eru það sem gleðja. Já, ég meina 3-1 er markaleikur fyrir mér, það er flott. Nokkuð öruggt og bara sárabóta markstreikur en 4-3 er vel í lagt. Við erum ekki svona sloppy. Fá 4 mörk á okkur á móti Keflavík. Það held ég alveg á og frá. Við erum mjög góðir hingað til að verja markið okkar alveg frá fyrsta manni í sókn. Þannig að en ég meina, það þarf eitthvað nýtt plan, það þarf eitthvað algjörlega nýtt frá Keflavík til þess að fara að skora 4 mörk á okkur. En, þú veist, þetta verður geggjað. Við byrjum heilmikla virðingu fyrir Keflavík og umgjörðinni hér og því sem er í gangi hjá Keflavík. Þannig að ég, þú veist, betra liðið vinnur, það er bara þannig. Já. Ég er svona smá áhyggjur af því að því þetta er fyrsta jafnteflið ykkar og við verðum mjög ósáttir við 1 stig í dag. Við þurfum nauðsynlega að
negla Keflavík aðeins niður fyrir okkur og ef við töpum í dag þá erum við náttúrulega dottir í 10. sæti og þið komum kannski í 7. með leik til góða. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að lækka rastan í ykkur til 1 sigur og samanskapi eru stóru leikir framöndan á leikni. Það er Breiðablik á útivelli og Víkingur á heimavelli í næstu viku. Og náttúrulega Valur í bikarnum á fimmtudaginn þar sem við erum vonandi með sóknarmann þetta skiptið. En já, við þurfum á því að halda að klára liðið sem er í drullunum með okkur og Keflavík telst til þess hóps. Já, en eins og til dæmis ég og Gunnar sögum báðir í uppinu fyrir valsleikin. Við þurfum Keflavík þurfa allir á 9 stigum á þessum 4 leikjum þannig að á móti Leikni, HK og... Leikni, HK, Stjörnunni og IA. Já. Við þurfum að ná 9 stigum á allir á þessum 4 leikjum. Við erum búin að ná 5 stigum, ég vona að við náum 6 stigum alltaf núna í kvöld. Þannig að það er ekki bara best að ná 12 stigum. Það væri dásamlegt. Ef við náum 12 stigum, komum við 18 stigum, er þetta ekki bara búinir að halda okkur upp? Nei, ég tel nú alveg... Þetta sé að liða að fara að falla með meir, 17 stig eða 18 stig. Nei, 18 stig. Ég reikna það alveg með því að við vinnum alltaf. Ég held að við vinnum alltaf einhverja leiki viðbúin. Við erum búinir að vinna 2 fleiri en við gerum síðast og komum fleiri stig en síðast. Og Fjölnir og Grótta fóru niður í síðast ári með 6 og 5 stig og við erum búin að jafna alltaf þann árangur þannig að við erum ekki að vera að falla með skít og skömm. En ég reikna með því ef við vinnum fáum 12 stig og komum með 18 stig eftir leikina sem við eigum eftir núna þá reikna ég með því að við getum alveg að halda okkur en Víkingur Reykjavík er búið að spila einhverja leiki sem núna og vera gjörsamlega on fire sem ég er virkilega hrifinn af því sem Víkingur Reykjavík er að gera. Ég held að þeir eru í drullinu með okkur og allt það en þetta snýst allt það að plokka stig okkur öðrum og vonast að jákvæm úrslitum annars áfram. Víkingur Reykjavík, þeir voru í 10. sæti fyrra sko. Þeir eru í öðru sæti núna. Þeir bara ætla sér að vera Íslandsmeistarar held ég, en ekki? Það var talað í fyrra en þeir tjókuðu þá og núna aðeins minna en ég hlakka virkilega til að sjá Keflavík spila. Takkilega. Næst, þeir eiga Víking bara held ég eftir mánuði eða eitthvað? Næst heimaleik eða ekki. Er það? Við eigum alltaf að leikni núna og svo eigum við að fara upp á Skaga til næst. Sem er bara must winning. Já, næsti heimaleikur, það er rétt hjá þér, 19. júlí, næsti heimaleikur okkar gegn Víking Reykjavík. En nú ætlum ég að spyrja ykkur, eru þið sáttir með jafntefli ef að leikurinn myndi enda 1-1? Nei. Ég er náttúrulega í einhverju ruglistrákar ef þið komið það með ef við fáum 12 stig í næstu 4 leikjum. Hvaða lið sem verða ánægt með 12 stig í næstu 4 leikjum. Þið ekkert að fá 12 stig í næstu 4 leikjum. Keflavík ekkert allt í einu bara í byrjun júlí orðnir besta liðið á landinu. Sama hverju andstæðingarnir eru. Ekki frekar en leiknir. Við fáum aldrei 12 stig í 4 leikjum. Það er bara spurning að safna stigum. Augljóslega þeir eru komið 18 stig eftir 10 umferðir, 11 umferðir. Þá eru þið í góða málum. Þá eru þið bara hálfnað með tímabilið og konum með 18 stig. Það er geggjað. Það er enginn að fara að gera það. Við erum með 6 stig eftir 7 leiki og í skítnum eins og við. Þannig að róum okkur aðeins með það aftur. Já, en hvað? Þá ertu ekki sátt jafntefli í dag. Þið verða að vinna okkur í dag og við verðum að vinna ykkur. Við erum báðir mjög ósáttir með 1-1 eða 0-0 jafntefli í dag. Það er bara lélegt og þið á heimavelli þeir að sjálfsögðu bara að taka okkur og sigra hvernig sem þeir fara að því. Og samanskapið okkur, við ætlum ekki að setja okkur í neitt minna en 3 stig, hvernig sem við förum að því. Við erum alveg virðingu fyrir því að það getur verið erfitt og við erum öflugt lið. Ég var mjög hrifinn af Keflavík í fyrra. Þó ég sé hérna að tala með smá skæting. Ég var mjög hrifinn af leiknilíki í fyrra. Já, mér fannst alltaf, þó allir í Breiðholti voru ósamlega mér, þá fannst mér Keflavík miklu betra lið heldur en við í fyrra. Vel að þið komið að fara upp sem meistarar deildarinnar alltaf. En núna bara annar tón í. Nú erum við bara óvinnir, við þurfum bara að negla ykkur niður. Það er ekki mörg lið í boði sem ætlar að falla ef við hefum ekki það. Þannig að það er, gleymum þessu 12 stig í 4 leikjum. Og ef að það gerist þá erum við í góðum málum. Það er allir mjög góðum málum með að vinna 4 leiki í röð í 22 leiki á móti. Já. Og hana nú strákar. Komum með eitthvað viðrætt. En nú ætla ég að spyrja þig sem leiknismann að þið fenguðu 2 útlendinga frá Suður-Ameríku. Hvernig finnst þið so far hafa gengið að aðlagast
bara mjög vel, strákar. Ég er rosalega ánægður með að þeir komi bara að bekknum og eru handónýtir og fullum launum og með íbúð og bíl og svona. Nei, þeir eru bara búin að vera handónýtir, það er alveg þannig. Octavio náttúrulega komið yfir að bilaða tæklingu á Akureyri á Dalvík og sem var bara rautt. Já. Alltaf rautt. Alveg neonrautt og hann þrætir ekki fyrir það og betri menn og allt það. Hann er hérna, kemur bara inn, við eigum þá inn í raun og veru. Manga er frá Kólumbíu, hann er miklu flottari og þroskaðri leikmaður sem ætti í raun og veru að vera að rústa deildinni. Hann hefur ekki verið að gera það. Hann er fyrsti mann til að viðurkenna það og það er ekkert þetta sykurhúða það. Hann er bara búinn að vera lélegur. Og dagurinn í dag er kannski fínt tækifæri. Ef það verður ekki að rigna, þá getur hann kannski sett eitt glæsilegt mark hérna yfir hans Sindra í markinu og hérna niðurlagt einhvern og komast í highlights í stúkunni. En við eigum hann bara inni, hann er ekki í byrjunarliði. Hann er, þú veist, það var gamból, en það sem er ótrúlegt hjá okkur er að við í raun og veru missum Vúkóskar Dimitrivic, besta mann liðsins, eða næstbesta eftir Sævari. Það er bara, hann er alltaf á topp. Þeir tveir eru langflestir. Sævari betri. Við mistum Vúk og hann var svona legendir í Gareth Bale okkar liðs og fáum inn þessa þrjá útlendinga. Tveir þeirra eru bara búin að vera rust, hingað til. Það er bara þannig. En þessi þriði, Emil Berger, númer 18 á miðjunni, er búinn að vera allt saman lofaði. Mjög góður. Og algjörlega ómissandi lykillinn á öllu spili okkar. Hann sér boltar, hann sér allan völlinn, hann getur skorað, hann vinnur rosalega vel tilbaka, hann fær aldrei frið fyrir hann er alltaf anskotastýr. Þannig að hann hefur í raun og veru bætt fyrir þetta allt, þó að við séum með 2 Suður-Ameríkumenn sem hafa ekki gert neitt. Þeir drulla sér í gang fyrir það síðan. Það er góð stemning í hópnum og það er bara magnað að við erum í raun og veru bara með leikjadildalið nákvæmlega svo að vera í fyrra, missum Vúk sem er stjarnan í liðinu. Já, það var svona og höfum ekki bætt neinu við nema einu Svíja sem að hefur verið góður. Já, Berger, þannig að allir hinir hafa stigið upp fyrir hjá okkur. Er Berger, hvað er hann? Sænskur. Það skrifa Berger, en við skulum segja Berger, það er rétt, og líka með Guy Smith, Guy ekki Guy, þó að spila. Já. En svo ef ég á að koma fleira að, þá eru menn sem er búin að stíga upp eins og Arnór Ingi Kristinsson sem er hérna búinn að vera í hægri bak hjá okkur og átti bara að vera varaskeifa og hann er búinn að hrifsa hægri bakvarðarstöðuna af Gylfi Guðbrands og bara tvítur að 21 ára strákur sem er bara með dólk þegar við erum ekki að standa okkur vel þá heldur hann bara áfram á fullu best eins og berserkur, hann er á bekknum í dag, býst ég við, hann er þannig ekki í byrjunarliði en ótrúlega gaman að fylgjast með svona ungum strákum sem eru bara að koma til okkar og átti ekki að vera sinnan inn í rullu en þeir eru allir undir stjórn Sigga Höskulds að gera geggjaða hluti þannig að allt liðið bara eins og þið töluðu í uppbytuninu var þá er liðið okkar svona heildstæð, liðsheild og allir sinna sínu hlutverki og svo eigum við bara hérna 2 farþega frá Suður-Ameríku á geggjuðum launum sem að vonandi hrökku gangi einhvern tíma þegar það er venjast að sumrið á Íslandi sé í einstæða tölu sérstaklega í Senni Kér. Það er alltaf vindur hérna. Það er óþolandi en ég hef náttúrulega verið að fylgjast með leiknum og þeir hafa spilað eins og ég sá leikinn þeirra á móti K.A. sem var náttúrulega bara ógeðsleg tækling og allt það og rautt spjald. Svo mættu þeir FH og bara börðu þá basically til jarðar og pökkuðu saman. En ég er á því að Vúkóskar ætti að komast á lán til leiknins undir restina ef hann fær ekki að spila meira. Heyr. Þú er hann ekki í Breiðablik? Hann er í FH. Já, FH djók. Mér finnst hann ætti að fá að spila meira þar sem hann er miklu betri en að vera bekk. En já, ég segi 2-0 fyrir Keflavík í dag og það er mark sitt um einu hálfleiknum. En ég er á því að sigur á móti Leikni myndi, það væri algjört must. Já, það var líka bara frábært að vera komin í 9 stig. Já. Með leiknum góða líka. Móti FH? Já. Líka nú. Hvenær á hann leikur að vera? Þetta er ekki klár. Ég held að það sé nú bara fljótlega sko. Það? Ætti að vera það. Já, vonandi. Þeir henda leiknum eitthvað á milli þegar við eigum og svo er það FH Breiðablik í kvöld sem gæti verið líka gæti kostað Loga Ólafs starfið ef þeir tapa. Hann er bara farinn ef við tapa, það er bara svoleiðis. Já. Ég myndi halda það. Blikarnir hafa alltaf verið
hvað á ég að segja, bara Já. sér til skammar. Já, þeir eru bara búin að vera verulega slagir og ég rauninni hélt sko að þeir væru að fara að vinna deildina. Þeir ætluðu bara að lappa yfir hana. Já, þeir ætluðu bara að lappa yfir hana. Ég held að það væri Valur, KA og Breiðablik. Víkingur. En svo finnst mér líka bara skrítið að vera að tala um að Blikarnir, að Valsararnir hafi verið heppnir með að vinna á en Valsararnir gerði bara allt rétt. Valsar sem töpuðu á móti sko, mér finnst það svo skrítið hvernig Valsar eru efstir. Þeir töpuðu á móti Stjörnunni sko. Já. 2-1 fyrir nokkrum dögum síðan. Valur er svona lið sem að þeir vinna leiki þegar þeir spila illa. Það sem er ógeðslega gott við Valsara. Þeir eru til dæmis á móti Keflavík. Að mínum mati voru Keflavík alveg jafn góðir og Valur. Fyrsti leikurinn er að var á móti Breiðablik. Já. Á móti Leikni hjá leikurinn eftir KA-leikinn, fyrst í annarri umferð. Já. Það átti Leikni bara klárlega að vinna þann leik. Já. Það var bara, Blikarnir bara sluppuðu með horn þar. Þú ert væntanlega saman á mér. Ekki 3-0 yfir, Leiknir? 3-1 yfir. 3-1, já. Jú, ég meina, það eru voðalega gaman fyrir tímabilið að sterkt. Við getum líka bara, þurfum að hafa það í huga bæði liðin, Keflavík og Leiknir sem eru að koma upp. Þetta er bara hark og við erum núna á sama stað og við vorum eftir 8 umferðir 2015. Á okkur borgarnarsakar, ég er að fara á rant hérna. Ok, stóð. 2015 vorum við með 8 stig eftir 8 umferðir. Það er að sama núna, þannig að það þýðir ekkert að dvelja á því. Við erum búin að tapa 2 í röð, síðast vorum við búin að tapa 3 í röð eftir geggjaða byrjun í stíguleik út af Val í fyrstu umferðinni 2015. Þannig að það er ekkert unnið þó að við séum komin í einhvern stig og fólk sé byrja virðingu fyrir Leikni og við séum ekki fallbyssukófi endilega. Þetta er svo fljótt að breytast eins og þið þekkið og podcastin og allt þetta snýst gegn okkur ef við erum að fara að tapa í dag. Þá er hitt fallbyssufóðrið, Keflavík, komið upp fyrir okkur, góðum málum, með leikti góða. Það bara snýst alltaf sveim í Keflavík ef þið vinnið í dag. Já. Það er bara verkefni hjá okkur í dag að stoppa það. Þó að sé bara 1-0 sigur hjá okkur þá fáum við smá andrými núna til þess að gera sem við vorum að gera og svo getum við alveg tapað fyrir Blix og við getum tapað fyrir Val í bikarnum sem gerir svo kæra og Víkingur alltaf á bara að vinna okkur í öllum tilfellum en við mætum samt leiknismenn í hvern einasta leik eins og Breiðablik og eins og FH á okkar heimavelli sigurvissir. Það er algjör lúxus. Ég vil ekki sjá það aftur við ykkur að þó að séu Valsarar í heimsókn hérna á Keflavíkurvelli að við talja bara eins og þessi heppnir að tapa 3-0 eins og síðast. Þið gerir ekki raskat ef þið takir ekki einhver stig af hinum liðunum. Þið getur ekki bara mætt hérna og haldið bara að þetta taka 12 stig af einhverjum bottom 6. Þið eru bottom 6 eins og við. Þannig að þið verður bara að taka 1 stig og ekki alltaf sigrar á dög. Ég horfi í það þannig að við þurfum að vinna liðin í kringum okkur og ásamt því að plokka stig af stóru 6 stig af. En ég líka er á því að eins og með Leikni að Leiknir er með mjög skemmtilegt lið, baráttuglatt og þetta er bara hjarta í liðinu. Og Keflavík er líka með lið sem er hjarta. Náttúrulega það gengur mjög illa að halda í leikmönnum og Blikar alltaf bara að plokka allt til sín sem er að vera samvinnslaust. En ég heyrði það fleygt fram daginn að ef Sævar Atli fær tilboð erlendis frá þá má Leiknir selja hann þangað. Og væri það ekki betri kostur en að horfa eftir honum í Pepsi-Max-deildinni ef þið haldið ykkur uppi? Jú, það er voðalega súrt þegar við höldum okkur uppi, eða ef. Það er ekki sjálfgefið, en það var mjög skrítið að hann myndi berjast allt sumar og halda okkur uppi og svo var þetta lið sem að þeir eru ekki að gera jack shit. Þeir eru bara að kaupa allt út allt og þeir eru náttúrulega eins og menn hafa sagt, bara Tottenham Ísland. Þeir eru ekki að fara að gera neitt, þeir verða ekki Íslandsmeistarar. Meðan það Sævars alltaf, þá verður þeir ekki að fara að vera Íslandsmeistarar. Þeir eru bara með eitthvað konsept þar sem að þeir eru eitthvað uppeldisklúbbur og Ísland er ekkert pláss fyrir það. Það eru bara 1 eða 2 svona contender lið. En auðvitað bara við óskum Sævar alltaf góðs gengis, hann tók þessi ákvörðun og við fáum pening either way, hvað sem hann fari í atvinnumennsku strax í sumar eða það væri náttúrulega mjög ljúft fyrir okkur. Hann myndi bara fara út í atvinnumennsku og vera geggjaður einhvers staðar í Evrópu, byrja kannski Skandinavíu og koma svo tilbaka 30 og vinna
Við erum búin að vera þá 8 ár í efstu deild út af því að við meikuðum geggjað manni frá sölunni á honum og hérna kemur 34 kannski tilbaka og vinnur bikar fyrir leiknið eða eitthvað en hérna hann... Hvað bikar? Fyrsta deildarbikarinn eða annan deildarbikarinn kannski? Borgunarbikarinn kallar við eða mjólkurbikarinn kallar við Við vorum nálægt í fyrir 4 árum en hérna það er bara, þú veist, við erum lítið lið, við erum lítið félag, fæstir iðkvöldur af öllum á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekkert að halda mönnum hjá okkur endalaust og leiknir náttúrulega realistically, þó höldum okkur upp á þessu tímabili þá erum við ekkert að fara að festa okkur í sessi forever, sko. Við verðum alltaf bara Norvíts, mjög gott svona fyrstundalið og komum upp og það verður gaman í þessu deild, tjekkum á okkur og hérna svona kannski eins og Keflavík búið að vera okkur síðust ár. Gáruðu ekki eins og hamborgarna þegar ég var að segja það? Já, ég er sammála sko, en fyrir mér er Leiknir, nei sko, Ía er að fara að falla. Hvort verður að HK, Keflavík eða Leiknir sem fara niður með þeim? Ég myndi halda að væri, ég held að það sé komið tíma á HK, mér svona HK er svona lið sem ég veit ekki hversu mikið að sigurinn verður að falla, en það væri geðveikt gaman ef að Keflavík og Leiknir myndi halda sér uppi og HK fara niður. En hverju fara niður myndið þú halda? Ég er bara alveg saman, bara ekki Leiknir. Það má vera Keflavík. Sko Skaginn er bara hundleiðilegt lið og við höfum alltaf ætti vandræði með það og ég held að þessum bóttist ekki var að taka 6 stig á þeim í 2 umferðum. Ég held það líka, ég held að við myndum vinna. Ég held að við sem ekki var að taka 6 stig. Mér finnst Skagar bara jafntefli slíð bara, við mætti bara... Já, en HK er svona lið sem við horfum svolítið upp til að þeir eru búin að halda sér uppi, ekki vera að eyða mefnum fram, þeir eru að senda menn í atvinnumennsku 1 og 1. Þetta er hérna alveg módel sem að Leiknir ætti að vera að reyna að kópía svolítið og þá er bara viðbúið að fyrir það síðan þetta er niður aftur. En hérna, þó ég kom á 5. bjór þá hérna þykir mér alveg vænt smá rivalry við Keflavík og ég er ánægður með umgjörðinni hjá ykkur og svona, þannig að þetta er ekki að finna í HK. Ykkur inni í höll með einn rauðan hákall og eitthvað stæla. Það er náttúrulega bara rugglað það sé að vera að spila í efstu deild í innanbúna, sko. Já, sem betur það að skýta rigning og leiðindi þegar við vorum að spila, þannig að við nefndum að mæta. En hérna... Að spila með eitthvað körfuboltaliði í höll eða eitthvað. Þið eru með hérna yfirbyggða stúku og rosa flott hérna. Já. Það er alveg gaman að koma til Keflavíkur og rífa kjaft við ykkur aðeins. Og hirða alltaf 3 stigin, þannig að það er ekki verra. Og þannig að, já, ég óska þess að Keflavík haldi sér uppi ef við setjum ykkur annan niður, en þetta er dog eat dog world og við bara drullum ykkur niður deild ef við þurfum þess. Við erum ekki að fara niður aftur. Við ætlum að vera í Pepsi Max 1 ári upp. En það eru engar fjöldatakmarkanir og allt ykkur alveg vitlaust aftur. Kláraðu þeirra borgarar? Nei, ég er ekki búinn, nei, ég get alveg klárað að halda áfram að tala. Ok, segð eitthvað sniðugt. Ég er alveg á því að, Skaginn er að fara niður, það væri bara, annað væri bara ótrúlegt að þeir mistu 2. Þetta er svo að taka hjarta úr einhverjum manni og skilja hann eftir opinn, skilurðu. Vélana halda honum ekkert upp endalaust, en eins og fyrir mig, skilurðu, er þetta þannig að ég er náttúrulega alinn upp við þess að Keflavík alltaf í efstu deild og auðvitað var mjög kvalafullt að detta niður síðast það síðast og síðast var liðið bara engan veginn í stakk búið til að vera uppi en núna er öðruvísi árið við liðinu, Joey Gibbs góður og Kian góður og Marley ekki ennþá kominn inn og ég sá hann reyndar í sundundaginn og þá var hann vongóður að myndi geti spilað móti HK en hann er ekki ennþá kominn. En Marley Blair ef hann fer ekki að spila næsta leik þá bara veit ég ekki hvort hann spilir bara eitt. Já, við þurfum að fá Marley í gang sko. Marley er ekki hóp í dag, er hann? Nei, hann er ekki hóp. Hvað? Hann tóknaði eftir í læra, hann sagði það eitthvað að þetta hefði bara verið pain in the ass. Þessi minnstæðin. Með hann í liðinu væri við klárlega sterkari og miklu hættulegur fram á við. Og þetta bara verið eitthvað hann var ekki bara í undanfélag hryggjarliðinu með liðum. Jú, já, hann og Jude Bellingham eru góð vinir. Það? Já, þeir eru bara hringja reglulega á stá og
þeir eru góði vinnir, sagði hann mér og ég var ekki að trúi þessu fyrst en hann bara eitthvað, já, this is my best friend og ég bara, ok. Já, Nei, en hann Marley Blair, hann gefur okkur 100% eitthvað svona smá. Hann gæti líka verið faktor til þess að koma inn á hann bara í seinni umferðinum og klára klára það að við höldum okkur uppi en það er náttúrulega bara draumur. Það er draumur að fá Marley Blair bara næsta leiki, sko. Marley Blair, þetta er problemur. Fyrir næsta leik helst væri bara gott að fá hann, sko. Já. En hann er þá væntanlega bara á bekknum til að byrja með, sko, en það er svona leikmann sem var til að fá að sjá bara sig fyrst. En mér sýnist leikurinn að fara að byrja. Já, leikurinn að fara að byrja bara. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir mig og ég segi 2-0 fyrir Keflavík og hann segir 3-1 fyrir Leikni og þú heldur 4-3 áfram. Leiknir kursi endar í dag, það er bara svoleiðis. Já, þetta verður að enda núna. Við getum ekki endalaust mætt Leikni og bara alltaf tapa 2-1 og 5-1 út. Við erum ekki bara að tapa þessu leik. Skútur. Vonum ekki. Herri, ég þakka fyrir mig. Takk Ronaldo og takk Kóki. Takk fyrir að hafa mig. Áfram Leiknir. Stolt Breiðholt. Svona, búið. Gaman að kynna sig fyrir. Komum hérna.